Arctic Challenge eru samtök sem stofnuð í janúar, svona áramótin 21-22, sem er nú aðalega bara til þess að þjappa saman hópnum í veitingageiranum. Hvort sem við erum að tala kokka, bakara, þjóna eða kjötiðnaðarmenn. Og reyna að koma svona fæginu hérna fyrir á Norðurlandi og Austurlandi líka svona aðeins undir sama hatt og koma þeim á framfæri þaðan af. Það er svolítið svona svæði sem við horfum á, það er svona, Norðurland, Austurland og þetta þess á milli. En svo eru hérna, þegar við höfum verið við keppnir og bara fyrirlestrar og hvað hérna, þá sjálfsög eru allir velkomnir. Hugmyndin byrjaði í lok árs 21. Ég var þá að vinna á Strikinu og ég var búinn að vera með alls konar innanhúskeppnir. Svo að fara að kalla eftir keppni utan þess og þetta var alveg þegar COVID var og það voru alls konar takmarkanir og máttir ekki vera þarna og hinum megin og allt þetta. Þannig að, og allir einhvern veginn í svona veitingabransanum að deyja og leiðindum eiginlega. Þannig að ég hringdi nokkuð símtöl hérna í bransan og spurði að ég er ekki til að vera með okkur í einhverju kokkakeppni hérna. Ég kom bara með allt tilbúið og svo bara gerum við eitthvað skemmtilegt kvöldið eða eitthvað. Jú, það voru allir til í það. Bara fljótlega til það og þau sagði við erum með barþjónukeppni líka. Þannig að ég fekk Alexander sem er ennþá á Strikinu með mér í þetta. Úr varð eiginlega Arctic Challenge. Og við fengum hérna Ekran og Kjarnafæði, þeir styrktu okkur til að halda þessa keppni og svona. Þannig að það var komið smá fjármagn, þannig að við hugsaðum gera þetta almennilega. Þannig að við létum geimstofuna hanna logo fyrir okkur og ákváðum líka þá bara, við gerum þetta bara félagasamtökum, við kannski gerum þetta árlega eða eitthvað svona. Svo héldum við fyrstu keppnina 10. janúar 2022. Við fengum svo mikið meðbyr frá veitingastöðunum í kring. Bara hvað það var gaman og skemmtilegt að hitta alla og við móttum koma með allt tilbúið, hvort sem var barþjónarnir eða kokkanir. Fyrst hálftíma inn í eldhúsinu minni mig til að skila 2 réttum. Okkur voru 4 diskar á hvoru og svo skemmtum við bara vel kvöldið. Og út frá þessu byrjaði þetta að rúlla svolítið. Kjölfar á þessu, þá fengum við svo mikið meðbyr og við fengum fullt af frábæru fólki með okkur í eða svona til að hjálpa okkur að koma í svona stað og gerðum samninga við Globus og Ekruna og það hefur hjálpað okkur alveg gríðarlega að koma svo á framfæri og þaðan byrjaði þetta að rúlla rosa mikið og þannig að hugmyndin að byrja að spretta upp bara hvað við viljum gera og annað. Þið stofnið klúbb þar sem við viljið bara hittast og spjalla fæið. Upphafið var væntanlega bara að auka áhuga og sýnileika fagmanna hérna fyrir norðan. Hefur þið fundið fyrir því að þetta hafi haft áhrif? Já, alveg hiklaust. Í rauninni að því við keyrum þetta í ganga svipuðum tíma og náttúrulega Vaffema byrjað að vera með annan bekk í matreiðslu og þjóninu líka og þeir eru líka byrjað að útskrifa þjóna og svo kokka líka. Og maður finnur alveg þetta vinnur svo saman, hvernig áhuginn farin að myndast. Mér fannst alltaf svo skrítið að það einhvern veginn inn á milli staðana. Þetta er nú ekki stórt svæði sem þessi staðir eru á, að það einhvern veginn þekktist enginn, þannig að af nemunum, þetta er alltaf vinnur okkar. Við erum öll á leiðinni með sama markmið, það er að bæta fæið okkar. Þannig að þar byrjar, þar svona þessi hugsun líka að þétta hópinn því við erum með gríðarlega flott fagfólk allstaðar hérna. Og þau þurfa, og við viljum hjálpa þeim að koma þeim á framfæri, hvort sem sé einhverju keppnum eða bara einhverju öðru, einhverju fræðslu eða einhverju Arctic Challenge, þetta er að stækka mikið og við stækkað ár frá ári, er það ekki? Jú, þetta hefur stækkað mikið og það sem við viljum gera almennilega, það er að byggja þetta í rauninni á bara traustum grunni, eins og maður segir. Og í staðinn fyrir að vera sprengja okkur bara strax árinu eftir með því að vera með þetta einhvers staðar til einhvern sal og alltaf vera með eitthvað svona voða hafarí. Þá Ari Hallgríms sem yfir matvæladeildinni í verkmyndaskólanum, hann hefur, og verkmyndaskólanum sjálfsögðu líka, hefur lyft okkur að vera þarna inni með keppnirnar okkar og allt síðan þá. Og það hefur hjálpað okkur gríðarlega En við ákváðum þá líka að gera þetta almennilega og keppnirnar, þegar Arctic Chef núna síðasta vor var haldin, þá skiptum við svolítið gír og kepptum við undir svokölluðu mystery basket og þar fengu keppendur að koma
á fimmtudeginum fyrir og keppnin var á laugardeginum. Og komur á fimmtudeginum, fengu afhenta körfuna og hráefnislista og annað. Svo það fóru niður í Ekru og þar fengu að velja, þar var bara hellingur af grænmeti, Valrhona súkkulaði, Boiron-púrrum og öðru slíku. Ef maður keppinautar gátu þá farið í og nota það því við náttúrulega gerum gríðarlega mikið í því að allt sem tengist matarsóun, sjálfbærni og öðru, það skiptir okkur miklu máli og er í rauninni svolítið svona einkunnarorðin svona í keppnunum og svona. Hafið þið þá verið að eins og er kannski mikið í tísku dag að leita svona hráefni bara hérna í nærumhverfinu og nota það sem sagt hluta af hérna hráefni í keppninni? Það framtíðarsýnin okkar alveg klárlega þar og leggja svona grund það líka þannig að minni aðilar sem að rækta hvort sem það séu grænmeti eða eitthvað annað að þau geta komið svo á framfæri í gegnum okkur og þar fær okkar fólk líka að nota, þessi keppendur í okkur að nota hráefni frá þeim og annað slíkt. Nú erum við að tala kokkakeppnirnar. Þið að gera eitthvað meira en það? Sko fyrsta árið þá voru við svo sem bæði með fyrirlestra, en voru líka með mér minnir að það eru styrktar krabbameinsfélagsins og Glerátorgi, þá vorum við með bás og vorum að kynna klúbbinn og annað. Svo Snædís Æsa sem þjálfari í kokkalandsliðinu, hún tók þátt í keppninni í fyrra og vann keppninni í fyrra og hún hefur verið okkur mikið innan handar. Hún var með fyrirlestur eftirréttar, í rauninni bara hvað var það keppnismatreiðslu í eftirréttum. Já. Og það var mjög vel sóttur fyrirlestur. Fyrirlestur var haldinn daginn fyrir svo Arctic Desert sem var þá á laugardeginum. Hún var með fullt af punktum og þetta var bara frábær fyrirlestur frá A til Ö. Og maður sá alveg hvernig allir voru að punkta hjá sér sko. Svo veit ég alveg, ég var búinn að sjá svona deserta hjá einum af þessum og svona. Það var allt í einu aðeins fara að breytast hérna og aðeins þarna. Þannig að þeir fóru að taka þetta til sín. Þannig að þetta kannski eitthvað sem hefði verið mínustig en að því þeir mættu hana fyrirlestur þá sáu þeir bara hvernig hægt að gera þetta og hvernig á að gera þetta. Við viljum vera meira með þessa fyrirlestra sem að þurfa þá líka eima á kjötiðnina og bakarann og þjónin og svo sjálfsögðu matreiðsluna líka. Og þetta allt sem að þarf að vinna saman og þetta eitthvað sem að vinna að í rauninni bara að auka fræðsluna. Það einhvern veginn botn og læn í þessu öllu saman. Vera betri fagmaður og koma á hópnum saman. Því stundum þegar kemur að, segjum bara öllu landinu, þegar kemur að matreiðslu og öðru og stundum mjög framalega. Nú stutt í næstu keppni. Segðu okkur aðeins frá henni, hvað ætlið þið að gera næst? Eða núna réttara sagt? Það eru 3 dagar í næstu keppni. Keppendur þeir hittast upp í Vaffheima klukkan 4. Þar fá þeir afhenta körfunni sína og hráefnislista og annað. Aðalega svona mestmænis prótein og annað slíkt sko. Og þaðan förum við í Krónuna sem að koma sterkir núna og þar fá keppendur að velja sér bara grænmeti og fræ og hnetur sem mjög skemmtilegt að vera með þetta úrval og frábært að fá líka Krónuna með okkur í lið. Erum við þá komnir út í svona eins og kokkaþættirna erlendis þar sem þú þarft að hlaupa á einhverjum tíma með körfunum búðina og reyna að ná í sem mest? Eða hafa þér tíma til að skoða og velja? Já, þeir hafa alveg fullt af tíma. Þetta lítur út fyrir að vera risastór gluggi til að velja sér hvað smá grænmeti en þú þarft að fara að velja líka bara hvaða grænmeti ég fara að nota í matseðilinn með hráefni sem ég fekk afhent fyrir klukkutíma síðan. Þannig að þarna kemur challenge-ið, þarna þarftu að hugsa rosalega hratt því að það hráefni sem þú skilur eftir í kælinum hjá þér. Þú ætlar að taka bara 2 blómkálshausa og svo einn haus eftir í kælinum eftir keppnina á laugardeginum. Þá þetta bara mínus og líka spurður að því, hvað þetta? Þú getur ekki tekið eitthvað bara til öryggis. En þú komið nákvæmar leiðbeiningar. Þú veist þú þarft að skila forréttaðar á eftirrétt og veist þú ert með 6 diska af hverju en veist náttúrulega ekki hvað prótein fyrir á morgun. En það eru eitthvað fleiri keppnir, það ekki? Jú, heldur betur. Við erum með Arctic Mixologist sem barþjónakeppni. Þar mega að koma með allt tilbúið en það sem eins og hefur verið undanfarnar 2 ár. En það sem breytist núna, það verður bæði blindsmakk á sterku áfengi frá Globus og svo eru spurningar líka. Þeir fá bara próf
Já, ok. sem að verður Kostnikova vodkan sem aðal svona styrta, sérst aðal ætemi núna hjá barþjónunum. Það þarf að vera allavega 30 centilítrar af Kostnikova vodka. Þannig að það er nú eitthvað spurt út í það og svo líka svona almenna vitneskju, og svo líka almenna bara barþjóna spurningar í rauninni, bara hvað í einhverjum þessum klassíska kokteljafnvel eða eitthvað svoleiðis. En svo nýtt ný keppnisgrein, það Arctic Butcher. En þetta sérst kjötin. Okay. Og við erum með 5 manns gráða þar í keppni sem bara frábært. Og þarna enn og aftur erum við bara að ýta svolítið undir það, að koma svo aftur á svolítið framfæri. Þeir fá 3 tegundir af próteini sem með grísabógur, nautaslag og hálfu lambaskrókur sem þeir þurfa úrbina á hana. Svo kemur svo svona challenge í þetta. Við erum að para saman 1 kokk og 1 kjötinamann. Já. Þannig að þegar kemur að kjötpróteininu þá þarf kokkurinn að faktískt séð, eða svo má segja, að panta það hjá kjötinamannin sem hann paraði við. Þarna þarf hann líka að ákveða bara hvaða prótein hann að nota og hvaða part af dýrinu og hvað þarf hann, 1 kíló, alla síðuna eða hvað þarftu í þetta. Þannig að þar erum við að fara í svolítið svona nýja nálgun til þess að para sama hauginn líka. Mér finnst það mjög spennandi. Þetta hljómar mjög spennandi. Árni, takk fyrir að taka móti okkur. Frábært að auðvitað.